Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 23. mars er 3. sunnudagur í föstu. Þema dagsins er fórnarvilji. Í lektíunni er spáð fyrir harm Davíðsættar vegna dauða Jesú. Í pistlunum skrifar Páll: hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Og í Guðspjallinu sem ég tala út frá, fræðir Jesús fólkið veru hins illa. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjallið er í lengra lagi í dag og þess vegna ætla ég að skipta því í tvennt. Fyrri helmingurinn hljóðar á þessa leið og það er Lúkas 11. kafli. Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andinn var farin út, tók málleysinginn að mæla og undraðist mannfjöldinn. En sumir sögðu: með fulltingi Beelzebúls, höfðingja illra anda, rekur hann út illu andana. En aðrir vildu freista hans og kröfðu hann tákn af himni. En Jesús vissi hugrenningar þeirra og sagði: hvert það ríki sem er sjálfu sér sundurþykkt, leggst í auðn og hús fellur á hús. Sé nú Satan sjálfum sér sundurþykkur, hvernig fær ríki hans þá staðist? Fyrst þið segið að ég reki illu andana út með fulltingi Beelzebúls, en reki ég illu andana út með fulltingi Beelzebúls, með hverju reka þá ykkar menn þá út? Því skulu þeir vera dómarar ykkar. En ef ég rek illu andana út með fingri Guðs, þá er Guðs ríki komið yfir ykkur. Já, þema dagsins er fórnarvilji. Á tímum Jesú töldu menn sjúkdóma, andsetningu og hvers kyns fatlanir vera refsingu Guðs fyrir synd. Þó Guð væri góður, sögðu menn andana vera illa, því að þeir heftu eðlilegt líf hjá einstaklingum eins og þessum í Guðspjallinu. Maðurinn gat ekki talað meðan andinn stjórnaði honum. Þegar Jesús hafði rekið hinn illa anda út var hann ekki lofaður af öllum fyrir góðverkið, heldur var hann sakaður að vinna í umboði hins illa og hann varð að útskýra að hinnir illu andar myndu standa saman en ekki valda sundrungu innan sinna raða. Hinn illi höfðingi Satan myndi ekki reka út eigin þjón af einstaklingi sem hann hafði náð valdi yfir. Við lestur á svona textum sjáum við baráttu milli góðs og ills í hnotskurn. Öll illska og ódæði sem framin eru í þessum heimi snýst að ná völdum yfir öðrum, að stjórna. Hér sigraði hið góða, en oft finnst manni allt of langur tími líða þar til sannleikurinn og hið góða nær yfir höndinni. Jesús gerði hvert kraftaverki á fætur öðru, en var samt beðinn tákn til að sanna hver hann væri. Það segir okkur að menn vildu ekki trúa. Hjörtu þeirra voru lokuð fyrir sannleikanum og fátt gæti snúið þeim af þeirri leið. Síðari hluti Guðspjallsins hljóðar á þessa leið. Þegar sterkur maður, alvopnaður, varðveitir hús sitt, þá er allt í friði sem hann á, en ráðist annar honum sterkari á hann og sigri hann, tekur sá alvæpni hans hann treysti á og skiptir herfanginu. Hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þegar óhreinn andi fer út af manni, reikar hann eyðir hrjóstur og leitar hælis. Og hann finnur það ekki, segir hann: ég vil hverfa aftur í hús mitt, þaðan sem ég fór. Og hann kemur og finnur það sópað og prýtt, fer hann
og tekur með sér 7 aðra anda sér verri. Jesús mælti þetta hóf kona inn í mannfjöldanum upp rödd sína og sagði við hann: Sæll er sá kviður sem þig bar og þau brjóst sem þú myrtir. Jesús svaraði: Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Í síðari hluta textans bregður Jesús fyrir sér myndmáli sem við getum túlkað á 2 vegu. Sá sem er sterkur er sá sem hefur völdin. Hann getur bæði táknað hið góða og hið illa. Hinn illi ver sinn bústað og það þarf annan sterkari til að sigra hann, reka hann út. En sterkur maður getur líka táknað þann sem hefur sterka trú að vopni, því að húsið sem hann varðveitir er líkami hans. Og þá erum við að tala trúna sem vörn gegn illum anda. Illur andi getur ekki tekið sér bólfestu í líkama þar sem sterk trú ríkir, því að líkaminn er musteri heilags anda. Illur andi er valdalaus einn og sér, hann þarf að finna sér hús, það er taka bólfestu í einhverjum sem vinnur verkin fyrir hann. Þess vegna leitar illur andi aftur í húsi sitt og tekur aðra með sér, og ef hús hans er tómt þegar hann kemur, verður sá hinn sami verr settur en áður. Þannig að sá sem losnar við illan anda þarf að fylla húsið af heilugum anda, taka trú á Guð. Trúin tryggir bólfestu heilags anda og að illur andi geti ekki sest að. Og trúnni fylgir friður, velvilji, umhyggja, kærleikur og fullvissa blessun Guðs. Það er andstæðingi Guðs í hag að það ríki misskilningur í heiminum varðandi þessa baráttu góðs og ills. Ég þekki til dæmis engan sem telur sig vera vonda manneskju, en þar setja flestir strikið á milli góðs og ills. En baráttan er fylgni. Góð manneskja getur hafnað Guði og þannig verið á móti honum. Jesús sagði nefnilega: hver sem er ekki með mér er á móti mér. Hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Við heyrum oft þessar andstæður nefndar, gott og illt, ljós og myrkur, og hér notar Jesús andstæðurnar með og á móti. Baráttan völdin snýst hverjum við fylgjum. Og það er bara hægt að velja 2 reiti til að krossa í, með eða á móti. Hin illu öfl eru ótrúlega lævís, því það eina sem þau þurfa að gera er að gera menn afhuga Guði. Telja mönnum trú að þeir þurfi ekki á Guði að halda. Í fermingarfræðslubókinni Con Dios eða með Guði stendur að snjallasta bragð djöfulsins sé að fá menn til að trúa því að hann, djöfullinn, sé ekki til. Leið og menn afneita tilvist hins illa eru menn búnir að kenna Guði allt hið illa sem þrífst á jörðinni. Og það verður til þess að mörkin á milli góðs og ills verða tilviljunarkennd. Ég held að við séum öll sammála að við lifum í stríðshrjáðum heimi. En þrátt fyrir alla illsku heimsins kallar Guð alla til sín. Og hann sendi ekki soninn í heiminn til þess að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa hann. Frelsa hann frá hinu illa. Jesús dó fyrir alla menn og hann sagði: sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina.
Í gegnum trúna skynjum við betur þessa baráttu hvað hún snýst, hvernig hún á sér stað og hvað hún lævís. Viðmið kristinna manna á alltaf að vera orð Guðs. Hvað sagði Guð? Sagði hann dæmisögu sem við getum heimfært fyrir okkur? Við þurfum sífellt að spyrja okkur sjálf hvað sé rétt að gera. Og í pistlunum skrifa Páll, verðið eftirbreytendur Guðs, lifið í kærleika, hegðið ykkur eins og börn ljóssins. Já, þema dagsins fórnarvilji. Þegar syndin kom í heiminn hefði Guð geta ákveðið að eyða jörðinni og skapa allt upp á nýtt. En hann valdi að gefa manninum tækifæri, leyfa okkur að velja fyrir okkur sjálf, velja hvort að við viljum hafa hann sem okkar Guð. Og þrátt fyrir að maðurinn hafi fallið í synd, var Jesús tilbúinn að vera fórnin sem var lögð á altarið. Honum fannst við vera þess virði. Fórn Jesú gat ekki verið fyrir einhverja útvalda. Einn maður hafði innleitt syndina í heiminn og einn maður varð að vera fórn fyrir þá synd. Þess vegna var fórnin sem Jesús færði fyrir alla menn sem hafa fæðst og eiga eftir að fæðast á þessari jörð. Og við getum spurt okkur, hvers vegna erum við svona dýrmæt í augum Guðs? Ein af dæmisögum Jesú, sagan perluna, getur svarað því. Sagan stutt en hljóðar svo. En himnaríki líkt kaupmanni sem leitaði að fögrum perlum og hann fann eina dýrmæta perlu, fór hann, seldi allt sem hann átti og keypti hana. Við getum heimfært þessa sögu upp á hvert og eitt okkar og sagan væri þá á þessa leið. Kaupmaðurinn Jesús kom til jarðar til að leita að trúföstum einstaklingum og þegar hann fann þig sem trúir á hann, þá varst þú ein dýrmætasta perla. Þá fórnaði hann öllu sem hann átti, þar á meðal lífi sínu, til að geta keypt þig undan yfirráðum hins illa og hann gæti gefið þér eilíft líf. Í gegnum alla ritninguna hefur Guð kallað, snúið ykkur til mín og ég mun gefa ykkur líf í fullri gnægð. Og við getum tekið orð Guðs til okkar þegar hann segir, óttast þú ekki, því að ég frelsa þig. Ég kalla þig með nafni, þú ert minn. Því að ég, Drottinn, Guð þinn, ég, hinn heilagi Ísraels, frelsari þinn, þú ert dýrmætur í augum mínum, mikils metin og ég elska þig. Þú ert hinn dýrmætasta perla í augum Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.